Komið sæl og velkomin í þáttinn Hinn Reykjavík sem hérna á samstöðinni á þriðjudögum og föstudögum frá 5 til, í svona hálftíma. Og í dag ætlum við að ræða fordóma gegn leigjendum félagsbústaða. Það hefur svona aðeins borið á því að því að sumar leiguíbúðir félagsbústaða eru bara svona stakar íbúðir þar sem að allar aðrar íbúðir eru ýmist eignaríbúðir eða í leigu hjá öðrum. Þannig að félagsbústaða leigjendur eiga það til að verða fyrir fordómum út af þessu. Hjá mér í dag er Gyða Dröfn Hannesdóttir sem er leigjandi hjá félagsbústöðum. Hæ Gyða. Hæ. Og ég heiti Laufey Ólafsdóttir og ég er líka leigjandi hjá félagsbústöðum, þannig að þetta verður svona spjall. Og við erum líka með svona svona smá svona reynslu frá öðrum líka. Komið sæl og velkomin í þáttinn Hinn Reykjavík sem hérna á samstöðinni á þriðjudögum og föstudögum frá 5 til, í svona hálftíma. Og í dag ætlum við að ræða fordóma gegn leigjendum félagsbústaða. Það hefur svona aðeins borið á því að því að sumar leiguíbúðir félagsbústaða eru bara svona stakar íbúðir þar sem að allar aðrar íbúðir eru ýmist eignaríbúðir eða í leigu hjá öðrum. Þannig að félagsbústaða leigjendur eiga það til að verða fyrir fordómum út af þessu. Hjá mér í dag er Gyða Dröfn Hannesdóttir sem er leigjandi hjá félagsbústöðum. Hæ Gyða. Hæ. Og ég heiti Laufey Ólafsdóttir og ég er líka leigjandi hjá félagsbústöðum, þannig að þetta verður svona spjall. Og við erum líka með svona svona smá svona reynslu frá öðrum líka sem að ég gerði smá svona könnun í gær inn á umræðuhópi leigjenda, bara svona til að fá svona aðeins meira í pottinn. Og við hjá blokkinni sem að er félag leigjenda hjá félagsbústöðum. Við höfum líka rætt þetta aðeins við aðra leigjendur á fundum og það hefur bara komið á daginn að þetta er ansi algengt því miður að það séu fordómar. En Gyða, þú kannski byrjar aðeins að segja mér frá því, hver er þín reynsla af svona fordómum? Mín reynsla af fordómum innan félagsbústaða er bæði já og nei. Ég hef bæði lent í, blokkin sem ég bý í dag, þá er ég eina íbúðin og þar er bara yndislegt fólk. Það eru engin fordómar, fólk er rosalega almennilegt, en hins vegar þar sem ég bjó áður en ég flutti þangað, að þar lenti ég alveg svakalega miklum fordómum. Þar var ég útilokuð frá fundum, þar var ég reglulega tilkynnt til barnaverndar, reglulega tilkynnt til félagsbústaða, þar átti að vera drykkin á heimilinu, ég drekk ekki. Það var endalaust verið að tilkynna það að það væri verið að meiða börnin mín sem var aldrei gert. Það var endalaust verið að tilkynna það að það væri mikið lætin á heimilinu sem voru ekki. Þannig að fólk var bara að reyna að losna við félagsbústaði þarna út. Sem ég hef aldrei skilið af því að ég var rosalega rólegur leigjandi. Þannig
Ég svo sem alveg lenti í mjög leiðilegum atvikum þegar kemur að því, sko. Já. Og þú hefur líka reynslu af því að vera í svona blokk sem öll félagsleg. Jesús, jú, og þú veist, það var blokk sem voru bæði einstaklingsíbúðir og svo stórar íbúðir, bæði 3 og 4 herbergja íbúðir og það var alveg ofboðslega mikil neysla í blokkinni. Félagsbústaðir gerði ekki neitt. Við vorum endalaust að segja við þá, þau getið ekki verið að setja inn fólk sem er edrú með fólki sem er í neyslu. Þú veist, það voru, eitt skipti var að labba niður tröppunar heima hjá mér og ég fann ecstasy-töflur í tröppunni. Þú veist, félagsbústaðir gerði ekki neitt. Ég lenti í alveg rosalegu áreiti frá einstaklingum sem voru þarna og félagsbústaðir gerði ekki neitt. Ég endaði með að hrökklast þarna út af því að það var stanslaust partístand þarna, ég var edrú og búin að vera edrú í einhver ár þarna og það var endalaust eitthvað svona vesen með neyslu og mikla neyslu. Sprautufíklar, það voru verið að brjóta glugga, það endalaust verið að stela frá okkur og félagsbústaðir gerði ekki neitt. Haldið fundur. Það var alltaf bara það var haldið fundur og ekkert annað gert. Einmitt. Þetta er alveg svona, þú veist, sikkor póllinn einhvern veginn að þessi blöndunarstefna er náttúrulega góð upp á margt. Þetta er svona félagslega blöndun. Já. En getur líka í vissum tilvikum gegn fólki þegar það lendir í því að verða fyrir fordómum af því að fólk svona stimplar okkur svolítið eins og og setja okkur bara öll í sama hatt. Ég meina, í staðinn fyrir að horfa á það þannig eins og í dag, ég var heimilislaus þegar að ég fekk mína íbúð. Það var ekki eins og það væri neysla eða rugl eða eitthvað í gangi, en það er samt alltaf hort, þú ert í félagsbústaði. Af því að það eru einstaklingar innan félagsbústaði sem eru í neyslu og rugli, sem náttúrulega, þú veist, fólk sem einhvers staðar verður fólk að búa. En það þýðir samt ekki að við séum það öll. Og mörg af okkur erum bara þarna því að, þú veist, við vorum kannski að koma, eins og hjá mér, ég var að koma miklu ofbeldissambandi og flúði. Þannig að, þú veist, það er ekki eins og við séum bara einhvern veginn að allir séu í einhverju rugli eða allir séu í einhverju veseni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að Já, þetta er einmitt það er eiginlega svona ótrúlegar sögurnar sem maður að heyra líka bara, þú veist, til dæmis eins og þegar eru haldnir húsfundir í stigagangi. Að það er stundir sem verið að útiloka leigjendur hjá félagsbústafum og jafnvel bara leigjendur frá fundunum sem örugglega bara. Ég meina, ég var aldrei velkomin á húsfundi, þetta var bara eitthvað sem mér kom ekki við, sko. Samt þetta hlutir sem kom okkur við, af því að við sem íbúar hjá félagsbústöðum, við borgum í húsið. Þú veist, þótt að við borgum ekki í þetta sem heitir framkvæmdasjóður, af því það er náttúrulega eitthvað sem félagsbústöðar að sjá þar sem þeir eru eigendur íbúðarinnar, þá borgum við samt í húsið sem kemur í, þú veist, þrif á blokkinni og allt sem að við kemur, sko, þú veist, eins og að slá túnið eða moka bílaplanið, eitthvað sem, þetta er allt eitthvað sem kemur okkur við. Þannig að við eigum að mæta þarna því við erum, þú veist, við erum íbúendur þarna og marga okkur kannski búin að búa þarna í mörg ár. Já, þetta er líka sérstaklega þegar það er farið í eins og stórar viðgerðir utan hús og svoleiðis, sko, það er alveg ömurlegt þegar að leigjendur félagsbústaða er haldið utan við allt svoleiðis, sko. Já, það er hort á þetta sem okkur kemur ekki við, en sko, þú veist, ég hef allavega frá félagsbústaðum, margir hverjir hafa bara valdið þess að kjósa svona hluti að þið erum búin að búa það lengi í íbúðinni. Þú veist, já, þannig að, en þú veist, auðvitað eiga þeir náttúrulega líka að hafa samband við félagsbústaði, einstaklingarnir, formenn blokkarinnar, ef að það eru verið að fara í ykkur rosa framkvæmdir, en þú veist, við eigum samt að mæta á fundi. Já, og ég veit alveg að félagsbústaðir hvetja mann til þess að sækja fundina ef að bara sem áheyrnar fulltrúa, því að við höfum náttúrulega ekki atkvæðisrétt sem
sem leigjendur en Ekki á stórum framkvæmdum, sko, en við höfum atkvæðisrétt þegar það kemur að því að til dæmis hækka hússjóðinn eða eitthvað svoleiðis, sem sagt ekki framkvæmdasjóðinn heldur hinn, að þá höfum við atkvæðisrétt, af því þetta okkar peningar líka. Já, við myndum ræða þrif og annað, eða hérna. Já. Akkurat. En eins og ég segi, ég rosalega heppin með blokkina sem ég bý í dag, það er engi fordómar, þau náttúrulega lentu í, sko, einhverju konu sem hafði vist verið eitthvað vesinn að náðu, þannig að þau bara fegin að fá inn fjölskyldur sem ekki klikkuð, þeir svo þau segja það sjálf. En blokkin sem ég var í og undan, þetta var rosalegt og ég til dæmis ekki bara í blokkinu sjálfur heldur, að þú minnist á það við fólk út í bæ, já, ég bý í félagslegri íbúð, að þá horft niður á því. Sem að mér persónulega finnst mjög ósanngjarnt, af því að ég á rétt á því að sækja þetta, af hverju geri ég það þá ekki. Já, ég held líka að sé, það eru svona vissi fordómar sem þú veist, eins og við séum að, þú veist, að hérna biðjum eitthvað, þú veist, einhver svona handout eða svona, þú veist, að við séum að þiggja eitthvað. Já. Og meðan þetta bara við erum að leigja, þú veist, þetta ekki, svona, við erum ekki og í raun og veru bara að, þú veist, njóta þess að fá að vera í öruggu húsnæði. Ég meina, hversu glata það að vera ekki í öruggu húsnæði og vera svo, þú veist, að flakka á milli skóla með barnið sitt og eitthvað svona, það náttúrulega bara ekki boðið í dag. Nei, einmitt, við höfum náttúrulega lent í því, vel flest. Já. En svo þetta, já. Hvað segir? Ég segi, það náttúrulega bara leiðilegt að þurfa að horfa upp á það og oft á tíðum þá vill maður ekkert eitthvað vera að minnast að það, já, ég hjá félagsbústöðum, af því að fólk einhvern veginn bara horfir á mann öðruvísi þegar maður segir þetta. Fólk horfir á þetta sem eitthvað svona, þú veist, þetta með svona stigma yfir sér, svona, hvað ég segja, fél og pakk, stigman yfir sér, sem að, já, mér finnst mjög leiðilegt. Já, á meðan þetta einmitt, sko, það sem eina sem við eigum öll sameiginlegt að vera á lágum tekjum. Ég held að það sé svona sirka það eina sem að við eigum sameiginlegt. Já, ég meina, ég öryrki. Þú veist, búin að vera mjög veik síðustu árin. Þannig að það ekki sem að sé eitthvað bara að leika sér að því að fara með félagslega kerfi. Eða orðina einhverjum kerfisfræðing. Af því að, þú veist, maður er að taka frá kerfinu í raun og veru þar sem að fólk finnst, sko. Þú veist, af hverju ég að vera að borga fyrir þetta, hey, þú veist, ég er veik, ég get ekki unnið. Þótt að ég reynið alltaf, þú veist, ég er alltaf að berjast fyrir því að reyna að vinna, en ég meina, svo bara þegar ég þrótt. Já, þetta er svolítið svona algeng stemning, en þetta þú veist, ég reynda persónulega, sko, því að ég hef alltaf verið á leigumarkaði, ég hef aldrei átt minna eigin íbúð, en mér persónulega, sko, finnst betra að leigja hjá félagsbústöðum og allavega, ég veit að peningarnir mínir eru að fara til borgarinnar, en ekki, þú veist, að borga niður húsnæðislán hjá einhverjum út í bæ. Fyrir utan það að einhver út í bæ, þú veist, það er bara, ég hef verið að fylgja svolítið með leiguverðinu í dag, af því að barnsfaðir minn, þú veist, við erum að skilja og við höfum svolítið verið að, þú veist, reyna að finna fyrir hann íbúð og þú veist, lítil 2 herbergja íbúð, þú veist, þetta er að fara 250.000. Þú veist, þetta er svo mikið rugl, Hvernig ætti ég til dæmis sem öryrki að hafa efni á því að vera að leigja og þú veist, þá erum við bara að tala 2 herbergi. Þegar þetta er orðið stærri, ég er með 3 börn, hvað á ég að gera? Á ég að eyða öllum mínum tekjum í það að borga húsnæði og ekki geta að borga mat fyrir börnin mín? Þú veist, maður verður pínlítið að vera, þú veist, að horfa á þetta líka frá því að maður er ekki að reyna að taka eitthvað af fólki. Fólk þarna úti er bara búið að vera að okra á Íslendingum. Einmitt. Og þetta er líka, þú veist, eins og ég segi, sko, þetta er náttúrulega bara leiguhúsnæði, við erum að borga leigu, þú veist, jú, sumir fá húsaleigubætur og þú veist, það er svona, that's about it. En ég held að það sé einhver svona mýta í gangi að félagslegt leiguhúsnæði sé einhver svona ölmusa sem það náttúrulega er ekki. Það er það ekki. Nei, og þess vegna einmitt, sko, og þessi fordómar náttúrulega eru bara, þú veist, það er náttúrulega, þú veist, já, það er náttúrulega sumt fólk sem vill bara líta niður á annað fólk, ég veit ekki alveg af hverju. Já, það sé ekki bara einhver öfundsýki. Ég ætla að sé það þannig.
mér finnst þetta oft vera, þú veist, af hverju á hún að fá þetta en ekki ég. Þú veist, hugsunarhátturinn sem er rosalega íslenskur. Þú veist, alveg ofboðslega íslenskt að hugsa, hey, þú veist, hún er að fá meira heldur en ég. Í staðinn fyrir að hugsa, ok, gott fyrir hana, þú veist, frábært. Já. Fyrir hamingju, þú veist, vertu þakkláttur fyrir það svo ferðin, en þú veist, horfðu líka á það að aðrir, þú veist, kannski hafa það ekki af gott og þú. Já. Mitt. Þetta er hérna líka kannski svona, þú veist, þessi stemning með hérna, já, að líta niður á okkur. Ég veit ekki alveg sko hvað hérna, þú veist, að því að náttúrulega sumt fólk bara hérna glímir við vandamál og kannski ekki ákjósanlega leigjendur en það verða allir að búa einhvers staðar. Já, ég meina, það er ekki hægt að búa á götunni á Íslandi, sko. Nei, einmitt, og fyrir utan það þá hérna, þetta ekkert endilega einskorðað við leigjendur hjá félagsbústöðum. Það alveg fullt af leigjendum á almennum markaði sem að geta verið til jafn mikla vandræða og jafnvel meiri. Já, miklu meiri stundur. Þá getur þetta fólk ekkert hringt, sko. Ég held þetta sé líka svolítið bara að því að það er hægt að hringja til félagsbústöð og kvarta. Já, þegar fólk þá er það gert. Aðila, þá hérna, það svolítið að það þarf að eltast við leigusalan og leigusalinn kannski ekkert til í að gera neitt heldur. Þannig ég veit það ekki, en maður að heyra alveg ótrúlega mikið af sögum þar sem að verið svona tilefnislegar tilkynningar til barnaverndar og til félagsbústaða og fleira sko, þar sem að bara... Ég lenti sko í því í nýju blokkin, þar sem ég bý núna, ég er búin að vera þar í ykkur 5 ár, að það var byrjað á eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona barnaverndartilkynning og ég sagði bara strax við barnavernd, heyrðu, komið hérna, þú veist, komið í heimsókn. Og þá, þú veist, stoppaði tilkynningin af því að þeir sáu það var ekkert vandamálin á heimilinu. Þannig að þú veist, ég meina, hversu fáránlegt er það að ég sem íbúi hjá félagsþjónustunni þurfa að taka áhættuna á það að ég verið tilkynnt í barnaverndar. Já, bara af því að þú ert leigjandi. Já. Já, og það er svo ofboðslega fjarstæðukennt að hugsa til þess að fara að tilkynna manneskju bara af því að hún er fátæk. Þú veist, bara af því að... Já, það er það. Þú veist, hún á ekki peningi, meni ég lenti í því þar sem að þegar ég var að skilja við fyrrverandi manni minn, að barnaverndarfulltrúin, ég bjó út á landi og barnaverndarfulltrúin þar, að hún tók mig bara svona í einelti. Bara, hún er öryrki, þarna verður reyndar ekki orðin öryrki, ég var bara á endurhæfingu og þú veist, hún er rosalega veik og þá var bara, ég ætla að láta taka börnin af þér. Ég endaði með að flýja í burtu. Þú veist, bara af því að ég var einstæð móðir. Og þú veist, það var ekkert vandamál, eins og ég segi, ég drekki ekki drukkið, þú veist, þannig séð í mörg ár. Þú veist, aldrei eitthvað svona fyllirísdæmi eða þú veist, neysla, þú veist, það er ekki til eitthvað sem heitir neysla á heimilinu hjá mér. Þannig að já, mér finnst það mjög sorglegt að vita til þess að bara af því að þú ert fátækur þá er ekki horft á þessi jafn gott foreldri og aðra foreldra sko. Já, einmitt. Og þetta er oft líka eins og þetta sé einhver gremja, ég veit ekki alveg af því þegar það er einmitt svona þrálátar tilkynningar sem eru tilefnislausar. Já. Já, þú veist, ég skil alveg að það er leiðilegt að hafa mjög slæma nágranna og það er frústrerandi. Ég skil það alveg sko, en einmitt þegar það er tilefnislaust þá er það náttúrulega bara ofbeldi. Það er það. Já. Ég held að einelti innan félagsbústaða sé miklu algengara heldur en einelti annars staðar. Það er þótt að ég sé, eins og ég segi, mjög heppin í dag með það hvar ég er að leigja, þú veist, fólkið þar er bara mjög almennilegt og mér er alltaf haldið inn í öllu og ef það kemur eitthvað upp á þá er komið til mann og talað við mann. Þannig að þú veist, það er ekkert eitthvað svona engin leiðindi eða stælara en þetta í gangi í dag, en þú veist, það er það samt annars staðar þar sem að þú veist, ég á vinkonu sem býr inn á félagsbústöðum. Dóttir hennar er með miklar greiningar, hún er með mótor- og þrjóskuröskun, hún er einhverf og hún er rosalega erfið. Ég hef aldrei kynnst barni eins og henni. Hún tekur mjög sterk og erfið einhverfu köst
þar sem öskrað og æft og eitthvað svoleiðis og hún var tilkynnt sko næstu í daglega til barnaverndar þangað til að barnavernd fekk leyfi og félagsbústaðir fengu leyfi til þess að segja við þetta fólk, heyrðu barnið hennar veikt. Viltu gera svolítið hægt að tilkynna hana, barnið hennar veikt. Þannig já, hún þurfti alveg rosalega mikið að berjast fyrir því að bara halda börnunum sínum út af því að fólk gat ekki skilið það að börnin hennar voru veik þótt að hún byggi inn á félagsbústöðum. Þetta náttúrulega bara hræðilega sorglegt því að líka þegar við erum að tala sko fólk sem þarf bara hjálp, bara aðstoð. Það að það sé, þú veist, þessi gremja kannski sem að yfirtaki, þú veist, kannski að hugsa bara, greið manneskjan, þú veist, allavega fyrir mig, sko, ég fyllist frekar svona samkennd ef að einhverju til erfitt. Já, og þú veist, að hugsa ekki, vá, mikið rosalega á þessi kona, bara hróskilið. Fyrir það að þurfa að standa í þessu daglega að barnið sé að taka öskurköst og það sem að við myndum kalla frekiköst en eru náttúrulega bara köst út af einhverjunni. Í staðinn fyrir að horfa á þannig bara vá mikið rosalega þetta sterk kona að þá hort niður á hana og það verið að tilkynna hana til barnaverndar fyrir ekki neitt. Já, einmitt. En já. Ég held að hvað var, þú veist, þetta umræðuefni líka, þú veist, þetta er svolítið viðkvæmt vegna þess að fólk að tala nágranna sína oft sem að það býr með dagstælega. Já. Það er ekki eitthvað sem fólk getur opnað sig mikið með af því að einmitt að búa í húsnæðinu líka. Já. Og þetta er mjög erfitt að eiga við nema bara, þú veist, að við viljum náttúrulega bara höfða til fólks að hugsa málið. Já. Við erum bara venjulegt fólk. Já, og ég meina mörg af okkur erum bara fólk sem að þú veist, lentum kannski í, eins og ég, að lenda á götunni, þú veist. Já. Að lenda á götunni þá með 2 börn þegar ég var að skilja og húsnæðismálin á Íslandi voru bara þannig að það var rosalega erfitt að fá íbúð. Það var alveg svakalega erfitt að fá íbúð. Hvað var maður að gera? Maður að segja nei þegar maður fær svo tilboðum það að fá íbúð í félagsbústöðum. Nei, heyrðu, ég vil ekki fara þangað því þá get ég lent í því að fólk eitthvað leiðilegt. Nei, ég þarf að hugsa það sem mér að börnunum fyrir bestu og þú veist það að vera á götunni með 2 börn ekki það sem best fyrir þau. Nei, það mitt. Svo maður tala ekki á almennu leigumarkaði þar sem leigan tekur öll launin þín. Já, ég meina ef ég færi að búa í dag á opnu markaði, örorka mín 125.000 af því að ég að standa í skilnaði og maðurinn minn vinnur eins og hestur að það bara búið að lækka örorkuna mín og ég fæ 125.000 í örorku, svo náttúrulega bara barnalífur og meðlum með börnum. Ef að það væri ekki fyrir það að ég væri í félagslegu í húsnæði, þá væri ég komin á götuna. Þú veist, þannig að já, maður þarf einhvern veginn að hugsa út í það þannig. Fólk ekki að leika sér af því að fara í félagsbústaði. Það er enginn að leika sér af því, ég gefi hvað sem fyrir það að geta átt með eigið húsnæði. Já. Það bara ekki hægt nema þú eigir einhverja 10 milljónir sem borga út í húsnæði. En þú veist, manneskja sem öryrki hefur ekki 10 milljónir í höndunum. Sko. Nei, og sérstaklega sem einstæð móðir, þú bara kemst ekki gegnum greiðslumat hjá banka, það er ekki séð. Einstæð móðir sem öryrki, nei, þú færð ekki greiðslumat. Já, þó þú sért bara láglauna manneskja, sko, Já. Þannig að þetta er svona, já, og fyrir utan það náttúrulega biðlistinn svo rosalega langur, ég beið í 3 ár eftir minni fyrstu íbúð. Já, ég held að ég hef beðið eitthvað svipaðan tíma. Já. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem maður hleypur af, þetta er eitthvað sem maður bara, já. Það er mjög erfitt að komast inn í félagslega kerfið. Já. Og það er ekki verið að taka hvert sem þangað inn. Það er ekki verið bara eitthvað, já, heyrðu þessi, ég ætla nú að setja hann hérna inn. Nei. Þú veist, það er fólk sem virkilega þarf á því að halda. Já, einmitt. Akkurat. En já. En ég veit að það verum Þannig að þú veist,
í raun og veru ef ég mætti bara koma með skilaboð til fólks þarna úti, og það þú veist, ekki horfa á þetta sem eitthvað fólk sem að taka sér, að vera með eitthvað að nýta tækifærin eða eitthvað svoleiðis. Heldur bara, þú veist, horfa á þetta sem manneskja sem að, þú veist, hefur það kannski bara pínu skítt, en er kannski ekki endilega að sýna þetta. Þú veist, mörg af okkur erum bara með risa grín, sem við náttúrulega bara verðum að vera með. Einmitt. Og líka að hafa þessar svona fyrirfram gefnu hugmyndir. Já. Ég einmitt að heyra stundum að fólk bara fyrir að hafa áhyggjur bara strax þegar félagsbústaðir kaupa í stigaganginum. Já. Stundum koma bara upp áhyggjur bara, ó nei, hvaða, þú veist, hvers konar fólk fáum við. Já. Þú veist, og það ég held að langflestir leigjendur félagsbústaða séu einmitt bara, mjög gott. Eru bara búin að ákveða það, við séum bara öll eitthvað skrítin og slæm til og vandræða. Já. Einmitt. Sem að við bara erum ekkert. Nei, akkurat. Og líka að þeir sem kannski eru erfiðir þurfa aðstoð. Já. Það er ekki endilega já. Já, við erum ekkert endilega eitthvað vant fólk þótt að við þurfum að hjálpa að halda. Nei, nákvæmlega. En það sem við erum bara tvær í dag, það forfallaðist hún Hildur sem ætlaði að vera með okkur, þannig að við erum þetta bara svona stutt og laggott, en þetta er ágætt byrjun á þessari samræðu. Ég held að við þurfum að hafa þessar samræður aðeins oftar vegna þess að þetta er greinilega því miður rótgróið vandamál. Já. Sem við þurfum að taka. Það þarf náttúrulega bara að opna fyrir umræðina á þetta. Já. Og líka bara, þú veist, umræðina á það að það að búa inn á félagsbústaðum heldur ekkert eitthvað, yey! Þú veist, það getur verið bara mjög erfitt til dæmis að fá þjónustu frá þeim. Án þess að vera eitthvað disrespecting félagsbústaði, en ég meina, sem dæmi, vinkona mín, hún er búin að búa hjá þeim í ykkur 14 ár og þeir, þú veist, garðurinn hjá henni er morknaður og það átti að setja upp pall á garðinn hjá henni og þeir segja bara nei, það er ekkert hægt. Þú veist, þá er garðurinn hennar bara orðinn miklaður og ógeðslegur og það er ekki hægt að fara þar út af því það er svo vond lyktar og þú veist, þannig að það er ekkert alltaf bara eitthvað, ég ætla að flytja inn til félagsbústaði. Af því að það er oft bara mjög erfitt að fá í gegn til dæmis aðstoð hjá þeim. Þú veist, ef það kemur upp eitthvað vandamál, þú veist, ég fekk íbúðina mína hálfmálaða og þú veist, er ennþá að bíða 5 árum seinna eftir því að þeir komi og lægi það. Já. Þannig að og þeir félagst alltaf á bak við það að þetta kostar svo mikið eða eitthvað svoleiðis. Já. Þetta er náttúrulega bara... Þetta er alveg annað umræðuefni. Nákvæmlega. Sem við gefum til betri tíma. Nákvæmlega, já. Það eru alls konar málefni. En bara, takk innilega fyrir Geða, fyrir þessar samræður. Já, og ekkert mál. Sem fólk þarf að velta fyrir sér. Já. Og bara... Takk innilega fyrir alla góðu stigagangina sem taka vel á móti okkur við leigjendum félagsbústaða. Nákvæmlega. Frábær, ég er svo heppin. Já, en, já. Við erum vist ekki öll svona heppin, en ég er það líka. Ég er mjög þakklát fyrir það. Einmitt. Og ekki vera að banna fólki að mæta húsfundi. Það er bara, Nei, það er bara okkar réttur. Einmitt, það er ekki bara verið að tala peninga þeirra. Við erum að borga í það að þú veist, í húsjóð. Þannig að við eigum rétt á því að mæta. Já, einmitt. En bara takk innilega fyrir spjalli Geða og við kveðjum úr hinni Reykjavík og sjáumst á föstudaginn. Takk fyrir. Takk. Ok.